Næringarfræði fjallar í raun það hvað við setjum ofan í okkur, hvort við séum að borða heilnæmt og fjölbreytt fæði eða ekki. Við eigum að geta fengið flest þau næringarefni og snefilefni sem við þurfum bara með því að borða fjölbreyttan og góðan mat. En ef við gerum það ekki, þá getur eitthvað vantað í fæðuna hjá okkur og þá getum við farið að verða fyrir næringarskorti þó við jafnvel fáum nógu mikið, en ef það vantar eitthvað, þá getur það valdið næringarskorti. Stærstu hóparnir af þeirri og svona magnið af þeirri fæðu sem við borðum eru sykrur, fita og prótein. Sykrur eru orkugjafi fyrir líkamann. Fita er það líka, en þetta er svolítið ólíkt því að sykurinn berst mikið hraðar út í blóðið. Þetta er orka sem við getum nýtt mikið hraðar. Það skiptir að vísu máli hvort við erum að borða fjölsykrur eins og kolvetni eða smásykrur sem eru þá einsykrur og tvísykrur eins og til dæmis bara hvítusykur eða glúkósi eða fruktósi. Smásykrur berast mjög hratt út í blóðið á meðan fjölsykrur eins og mjölvi og beðmi berast ekki eins hratt. Og það er auðveldara fyrir líkamann að stjórna blóðsykrinum þegar maður hefur borðað fjölsykrur heldur en smásykrur. Sykrur eru mjög mikilvægar fyrir líkamann. Það er ekki sniðugt að klippa út allan sykur. Og þá er ég að tala bæði smásykrur og fjölsykrur. Því að heilinn til dæmis þarf sykur og heilinn notar 20% af allir orku sem við notum. Það er hins vegar í góðu lagi að klippa út allan viðbættan sykur. Það er alveg nægur sykur í því sem við borðum, svo fremur sem maður borði fjölbreyttan og góðan mat. Fita skiptist aðallega í 2 hópa, það er að segja dýrafita og svo plöntufita. Svo eru til mismunandi fitusýrur og það er mikil umræða hvort að fita sé góð eða slæm. Það eru komin meira að segja einhverjir kúrar þar sem að menn mega borða eins mikið af fitu og þeir vilja, bara þeir sleppa sykrum. Ég ætla nú ekki að leggja að dæma svoleiðis kúra, en við þurfum að passa að borða fjölbreytta fitu. Við þurfum að fá omega 3 og omega 6 fitusýrur sem við fáum til dæmis úr fiski og þess háttar. Og það er eins með fituna, við þurfum ekki að bæta við auka fitu, en það er ekkert sniðugt að klippa hann alveg út. Prótín eru byggingarefni líkamanns. Líkaminn er gerður úr prótínum sem eru búin til úr 20 mismunandi amínósýrum. Og ef maður er að æfa sig mikið, þá þarf líkaminn mikið prótín til þess að byggja sig upp. Og við fáum prótín úr til dæmis kjöti og fiski. Vatn er gríðarlega mikilvægt því að öll efnaskipti í líkamanum gerast í vatni. Og í kringum 70% af líkamanum er vatn. Og við töpum út heilmiklu vatni, bæði með þvagi, svita og svo framvegis. Þannig við þurfum að endurnýja vatnsbirgðir líkamans, við þurfum að drekka að minnsta kosti 1 til 2 lítra vatni á dag. Það er fullt af snefilefnum. Snefilefni er eitthvað sem við þurfum lítið af, sem við þurfum, og þau eru oft kölluð bara steinefni líka. Við þurfum að fá natrín. Það fáum við úr salti. Það hjálpar upp á efnaskiptin í líkamanum og ef það vantar natrín í líkamann, þá er bara saltskortur, þá getur maður fengið krampaköst sem getur verið hreinlega hættulegt. Kalsíum fáum við úr mjólk og fiski til dæmis. Það er mikilvægt fyrir vöxt tanna og beina. Fosfór fáum við úr bara ýmsum mat. En fosfór er mikilvægur fyrir beinin. Við þurfum járn.
við fáum járn úr kjöti, við fáum mjög mikið járn úr svona blóðríkum mat eins og slátri eða lifrum eða þess háttar, líka úr sömu grænu grænmeti. En járn er mikilvægt fyrir blóðið. Járn bindur saman sameindirnar sem flytja súrefni í blóðinu. Þannig að ef það vantar járn, þá flytur líkaminn ekki eins mikið súrefni og þá erum við í vanda. Því að þá verðum við bara orkulaus og fljótlega þreytt. Jóð kemur úr vatni og sjávarafurðum, fiski og þess háttar. Þetta hjálpar til við að búa til skjaldkirtilshormón. Flúor fáum við úr vatni. Flúorinn verndar tennurnar hjá okkur. Við þurfum líka vítamín. Vítamín eru lífræn efni sem við þurfum og önnur dýr sem kom úr fæðunni, en líkaminn býr alla jafna ekki til. Og vítamínskortur getur verið lífshættulegur. Alla jafna þurfum við ekki að taka inn sérstaklega vítamín, við fáum þau úr matnum sem við borðum, svo fremur sem við borðum fjölbreyttan mat. En vítamín skiptast í 2 hópa, það eru fituleysanleg og vatnsleysanleg. Fituleysanlegu vítamínin eru til dæmis A-vítamín sem er mikilvægt fyrir sjónina. Við fáum það úr lýsi, úr gulrótum og fleiri mat. D-vítamín sem er mikilvægt fyrir beinin í okkur. Við fáum þau til dæmis úr fisklifur, lýsi, þess háttar. E-vítamín, við fáum það úr mjólk til dæmis og eggjarauðu, og svo K-vítamín sem við fáum úr grænmeti. Það hjálpar til við storknun blóðs. Vatnsleysanlegu vítamín er eins og B-vítamín sem hjálpa til við orkuvinnslu í líkamanum, kemur úr korni og hrísgrjónum og þess háttar. C-vítamín sem kemur úr grænmeti og sítrusávöxtum. En skortur á C-vítamíni getur valdið skyrbjú sem er hættulegur sjúkdómur. Og C-vítamín eyðileggst við eldun, þannig að maður þarf að borða hlutina ferska til þess að fá C-vítamín. Sum af þessum vítamínum eru í raun hópar af vítamínum. Það eru til margar tegundir af B-vítamínum til dæmis og fleiri gerðum. Fituleysanlegu vítamínin, maður þarf að fara varlega í einbyrð og mikið af þeim, því að þau leysast upp í fitu og við losum okkur ekki svo auðveldlega við þau. Vatnsleysanlegu vítamínin, ef við borðum of mikið af þeim, þá pissum við bara restinni. Þannig að það er ekki eins varasamt. Það er til alls konar leiðir til þess að velja sér það sem maður borðar. Sumir til dæmis borða bara nákvæmlega sem dettur í hug. Aðrir fara út í að mæla þyngd á öllu sem þeir innbyrða og reikna út hitaeiningafjölda. Aðrir borða ekki rautt kjöt. Aðrir borða ekkert kjöt, nema kannski fisk. Grænmetisætur borða til dæmis ekkert kjöt, en grænmetisætur borða alla jafna afurðir dýra. Það gera vegan hins vegar ekki, þeir sem kalla sig vegan, því að þeir borða ekkert sem er frá dýrum yfir höfuð, ekki mjólk eða ost eða neinar mjólkurafurðir eða neitt annað sem að dýr hafa búið til. Það sem að bæði grænmetisætur og vegan þurfa að passa upp á er að innbyrða nóg prótín. Það er hægt að fá prótín úr hnetum og baunum og þess háttar, en maður þarf að passa að innbyrða nóg prótín. Þegar maður borðar bara hefðbundið grænmeti og passar ekkert upp á prótínið, þá getur farið að vanta prótín í líkamann. Í öllum tilbúnum mat þá er heilmikið af E-efnum. Sum þeirra eru skaðleg, það er búið að banna sum E-efni sem voru leyfð áður,
en maður þarf að passa svolítið að lesa hvaða efni maður er að innbyrða og hvaða áhrif þau geti hugsanlega haft.